Við erum hérna með þriðja viðmælandann í þessum þætti sem Helga Thorberg. Hún skipar efsta sæti á lista Sósíalistaflokks Íslands í Norðvesturkjördæmi. Velkomin Helga. Þú stödd á Akranesi. Já, ég í Grjótinu á Akranesi. Hér var sem sé áður, hér var áður lögreglustöð og bara fangaklefi, svo ég eiginlega komin í Steininn. Það nefnilega það. En ég tylti mér hérna niður á milli kosningafunda. Ég á leiðinni í Borgarnes en var hér á fundi hjá Fjölbrautaskólanum á Akranesi. Helga, þú ert fyrst og fremst þekkt af leiklist en hefur komið aðeins að pólitísku starfi líka í kvennalistanum fornum daga. En svo ákveður að skella þér í slaginn með Sósíalistaflokknum. Af hverju? Já, það alveg rétt hjá þér að ég bý svo sem að þeirri reynslu með kvennaframboðinu og kvennalistanum hérna áður. En já, ég gekk nú reyndar í Sósíalistaflokkinn fyrir einhverjum þremur árum en ekki verið mjög virk. En mér bara ofbýður svo hvernig landinu hefur verið stjórnað á undanförnum árum og ég held að mörgum líði alveg eins og mér. Þannig að ég ætla bara að spyrna við þessari óheilla þróun. Þannig að ég tek slaginn með Sósíalistaflokknum og sérstaklega ég vildi vera í landsbyggðarkjördæmi. Ég hef ekki áhuga að vera í Reykjavík. Reykvíkingar og höfuðborgarsvæðið eru svo fordegraðir og hafa svo miklu betri aðstæður til svo margs. Þannig að ég vildi gefa mína rödd landsbyggðinni og byggðamálum. Þú býrð í Reykjavík en ert að bjóða þig fram í Norðvesturkjördæmi. Áttu einhverja tengingu við þetta kjördæmi? Já, ég hef ekki búið, ég reyndar búið á Akureyri. Og systir mín þarna í sveitinni á Akureyri og svolítið ósátt við mig að hafa ekki farið í Norðausturkjördæmi. En ég hef ekki búið á Ísafirði og ég hef ekki búið fyrir vestan. En það gerir mig afi minn og pabbi minn fæddist og föður þeirra vestan ef að það hjálpar. Hins vegar þá skiptir kannski ekki máli hvaða póstnúmer maður á lögheimili í til að geta barist fyrir málstað landsbyggðarinnar. Og þó svo að ég hefði fæðst hér og haft lögheimili á Akranesi eða á Ísafirði eða í Árneshreppi að væri ég betur hæfari til að tala máli byggðana ef að, þetta náttúrulega bara þessi umræða bara stenst ekki. Það stefnan sem að við erum fram. Já. Hver eru stóru málin þá á þínu mati í þessu kjördæmi, Norðvesturkjördæmi? Það sem að ég heyri á fólki að það eru sömu málin, hvort sem að fólk á Blönduósi eða í Bolungarvík. Það eru þessi stóru mál. Það eru náttúrulega það eru atvinnumál að fólk hafi vinnu, það eru húsnæðismál að fólk geti búið einhvers staðar og að það sé heilbrigðiskerfi. Þannig að þetta eru það eru þessi grunnmál sem að samfélagið á að standa vel að fyrir íbúana svo hér sé gott að búa. Og svo það aftur hið gríðarlega stóra hagsmunamál sem kvótamálið. Að fólk náttúrulega bara okkur ofbýður svo hvernig búið að einkavæða miðin okkar, fiskveiðin okkar, hvernig búið að einkavæða þetta til örfára aðila og þar að auki að það séu engar skyldur. Veiðigjöldin eru greinilega mjög lág því þessi stóru sægreifar, þeir bara að kaupa upp endalaust út mjólkurkvóta, alls konar, þeir bara að kaupa upp allt hér á Íslandi. Þannig að það verið allt
sogast á örfára hendur í staðinn fyrir að arðurinn af okkar stóru auðlind á auðvitað að koma tilbaka til samfélagsins og ekki síst í byggðunum að það skuli ekki vera skylda, að skuli engar skyldur fylgja kvótanum með því að skila honum til byggðarlagsins. Það er bara hægt að svipta heilu byggðarlögin atvinnu og afkomu bara með svona geðþótt ákvörðuna því það er kannski hagstæðara að fara eitthvað annað. Þannig að í sósíalistaflokknum þá viljum við viljum brjóta upp þessa auðhringi. Þannig að þessir útgerðarmenn sem að bæði geta veitt fiskinn, þeir verka hann, þeir selja hann úr landi og þeir selja hann í fyrirtækin sem eru supermarkaðin eða þannig að þeir eiga alla virðiskeðjuna. Þannig að við viljum kljúfa þetta upp. En þið eru með þessu að... Og innkalla kvótann. Ef við viljum innkalla kvótann. En augljóslega eru leggja á þetta kerfi. Þið eru að ráða svolítið gegn fyrirtækin til dæmis í Norðvesturkjördæmi með þessari stefnu. Og þar með byggðunum. Það eru stór fyrirtæki... Erum að ráðast gegn? Ég meina það eru stór fyrirtæki í Norðvesturkjördæmi í sjávarútvegi sem eru grundvöldu byggðar í þessu landsforði. Já, en veistu, við þetta kerfi eins og þetta er, að þessir aðilar skuli geta sópa til sín svona miklum auð á þess að honum sé skilað af sanngirni til samfélagsins. Við höfum bara ekkert við svona lið að gera. Ekki neitt, það þarf að koma böndum yfir að það sé hægt að mynda svona stóra að auðsöfnunin sé svona mikil og færist á fárramanna hendur. Þannig að það mun verða samfélaginu til góðs ef að það er að setja skyldur á útgerðina að skila verðmætunum í byggðina aftur. Hvernig var ekki á Akranesi? Þeir bara seldu togarann og fóru burt og skildu alla eftir. Hvaða atvinnuöryggi er það? Fólkið ræður ekki yfir atvinnutækifærunum á staðnum. Það er hrætt. Það er skíthrætt við að missa vinnuna. Ég get sagt þér að við vorum á fundi á Blönduósi, þar sem að ægivaldið á kaupfélagsstjóranum er svo mikið að viðkomandi, hann lagði bak við hús. Til þess að það var ekki hægt að sjá að hann væri á fundi hjá sósíalistaflokknum. Hvað finnst þér það að lifa í þannig samfélagi? Það sem að hræðslan er þannig að fólk þarf að fá bara tilbaka frelsið sitt. Það þarf að fá að hafa áhrif á hvað það vil vinna og hvernig afkomi þessi borgi. Þetta bara gengur ekki. Ef við lítum yfir stefnuskrá sósíalistaflokksins, þá eru þetta full af svona gömlum slagorðum. Hún gæti að hafa verið sett fram 1975. Finnst mér. Finnst þér jöfnuður gamalt slagorð? Já, það á bara enn við í dag. Það nú, finnst þér samkennd? Er það gamaldags? Finnst þér kærleikshagkerfið? Er kærleikurinn orðinn gamaldags? Það má vel vera að mörgum finnst kærleikurinn vera gamaldags. En við leggjum af stað í þessa vegferð með að hafa kærleikan og samhygð jöfnuð að leiðarljósi. Ég meina, það getur vel verið að þetta er svona comeback eins og maður segir, alveg eins og ABBA ef að því er að skipta. En þetta er ekki gamaldags hugmyndir. Við erum illa stödd ef fólk ræktar ekki samkennd, jöfnuð og kærleika. Þið beinið náttúrulega spjótum ykkar eðlilega kannski að Sjálfstæðisflokknum, en þið beinið líka ykkar spjótum mjög harkalega og það vekur mína athygli að Vinstri grænum, sem að ef að þið ætla að starfa í ríkisstjórn eftir kosningar, þá hljóti að þurfa að starfa með Vinstri grænum. Af hverju deilið svona harkalega á einmitt þann flokk sem stendur ykkur næst? Sjálfstæðisflokkurinn er náttúrulega, það sem hann stendur fyrir, það er algjörlega andstæðan við það sem við viljum. Hann er óvinurinn.
þar að segja þessi kapítalíska hagfræði sem byggir á því að græða alltaf meira og meira og meira og það rennir bara til fárra og fárra. Með vinstri grænum, já, þeir eru víst orðnir bara eins og Framsóknarflokkurinn, þeir geta unnið bæði til hægri og til vinstri. Þannig að það er bara þeirra að svara fyrir sína stefnu. Við höfum útilokað Sjálfstæðisflokkinn, Viðreisn, allavega og já, alla sem vilja viðhalda þessu kerfi að hafa ekki hagsmuni almennings í fyrsta sæti þegar verið er að stýra og stjórna og veita fjármunum samfélagsins. Þið hljóta að vilja að fara í ríkisstjórn eftir kosningar, ekki satt? En það fer ekki hjá því að margar af aðgerðum sem að Vinstri græn hafa staðið fyrir og stutt sem sé þessa stefnu Sjálfstæðisflokksins, það hefur farið fyrir brjóstið á mörgum sósíalistanum og mörgum svo sem Vinstri grænum líka, enda þingmennirnir yfirgefa flokkinn og það segir ákveðna sögu. En með hverjum viljið þið starfa? Spurningin er svo. Öllum þeim sem vilja breyta þessu kerfi, gera róttækar breytingar í þessum anda sem við erum búin að tína til og tínum til í okkar. Við erum með eitthvað 12-13 tilboð til kjósenda, þar sem við útlistum okkar stefnu, eins og í húsnæðismálum. Við viljum byggja 30.000 íbúðir á næstu 10 árum og þær verði sem sé í félagslega, þannig að þetta er sem sé óhagnaðardrifin húsnæðisstefna, þannig að fólk geti átt, mikilvægast fyrir fólk að eiga heimili, eiga tryggan stað að búa og geta átt einhvers staðar öruggt heimili. Það þurfi ekki að vera ofurselt gróðrabraski með eignir. Í byggðamálum þá viljum við færa valdið og stjórnsýsluna heim í hérað. Það er öllu stjórna bara svo langt í burtu í Reykjavík. Þannig við viljum færa það vald heim í hérað og svo viljum við efla samvinnu. Þessi samvinnu hugsjónin, maður hugsa bara hvað varð samvinnu hugsjónin og Framsóknarflokkinn. Ég held að þeir ættu nú bara að hoppa yfir að bjóða fram og fara bara í naflaskoðun og fara að leita svona uppruna sínum. Já, Framsóknarflokkur er ekki til... Og henni geta bara kosið okkur sósíalista því. Við erum komin svolítið á enda í tíma, Helga. Við erum talsmenn samvinnu. Fyrirgefðu? Ég heyrði illa í þér. Við erum komin, ég er að segja við erum... Varstu að segja eitthvað fallegt við mig núna? Já, ég er alltaf að segja eitthvað fallegt við þig. Við erum komin á enda í þessu viðtali vegna þess að við erum búin með tímann. Þannig ég ætla að þakka þér fyrir að vera með okkur í dag. Já, það var bara að þakka þér fyrir og ég bið fólk bara að kynna sér stefnumálin okkar, tilboðin okkar og þá er ég ekki vafum að hjartað slær með kærleiks hagkerfi. Takk fyrir það, Helga, og þá erum komin að lokum þessa annars þáttar í þessari þáttaröð. Við verðum hér á sama tíma á annað kvöld. Takk fyrir.